Markakóngur mótsins. Já, Guðjón Valur verður heill, ef við ekki bara segja að verður Guðjón Valur Sigurðsson. Ég hugsa að það verði Mikael Hansen. Ég held að það verði Mikael Hansen, sá danski. Og jafnvel Guðjón. Ég held að verði þessi danski Mikael Hansen. Ég held að hann verði markakóngur og ná að springa út. Markakóngur mótsins kemur ekki óvart á Guðjón Valur, Hansen og mögulega einn Króati myndi kannski blanda sig í þá keppni. Ég til að Hansen muni verða markakóngur. Ég hugsa að Guðjón Valur verði markahæstur. Ég held að það verði Guðjón Valur eða einhver á dönsku hornamönnunum. Gæti þá jáfnvel orðið hann þess að gert. Á Ólympíuleikunum spá ég því að Mikael Hansen verði markahæstur. Ég held að það sé einfallega sá besti sem að spila á Ólympíuleikunum. Auðvitað geta aðrir leikmenn skáka honum, en það fer eftir því svona hvernig þetta spilast. Guðjón Valur verður einnig með markahærri mönnum, það vil segja verðan heill, en ég myndi tippa á Mikael. Já, markakóngur, ég myndi tippa á Guðjón Val. Já, eins og okkar maður Óli Stef búinn að vera að spila núna á undanferðinni, þá held ég að gamli kallinn gæti bara tekið þetta. Ég held að verði einhver úr íslenska liðinu, ég er alveg viss um það. Já, markakóngur mótsins. Mikael Hansson, ef ekki segja það, Hansen. Ég veit það ekki. Ég bara veistu að ég veit það ekki. Ef við förum langt, þá er Guðjón Valur mjög líklegur. Það er að segja ef hann er heill og allt slíkt. Það eru náttúrulega nokkrir liði frakkarna sem eru líklegir og ég veit ekki, svo náttúrulega þarna stórskiptan í danska liðinu. Getur svona, séð hann kannski? Sleggjan, ha? Ég hef ekki bara að segja að Guðjón Valur takir þetta. Ég hef mikla trú á honum og held að hann sé að komast í toppform aftur eftir smávægileg meiðsli, þannig að ég hef trú á því að Guðjón klárar þetta.